Benedikt, nú varst þú stjórnarformaður hjá Sjúkratryggingum Íslands og vannst mikið ásamt öðrum að undirbúningi þeirra. Hver grunnhugmyndafræðin á bak við Sjúkratryggingar Íslands? Hugmyndafræðin svo að menn ætla að reyna í umhverfi þar sem að raun og veru seljandinn og kaupandinn sami aðili. Það er að segja ríkið bæði veitir þjónustuna að mjög stórum hluta, þegar Landspítalinn rekinn af ríkinu og mjög mörg önnur heilbrigðisþjónusta og jafnframt hefur það verið þannig að ríkið borgar fyrir stærstan hluta af heilbrigðisþjónustunni. Þarna þegar að kaupandi og seljandi sami aðilinn, þá oft erfitt að skapa svona það hagræði sem myndast á markaði þar sem að kemur einhver samkeppni upp, þar sem að menn reyna að gera hlutina betur á einum stað heldur en öðrum og reyna að mæla það líka hvernig til tekst. Víða lönd og til dæmis í Bretlandi og í Svíþjóð og þar hafa menn sett upp kerfi þar sem sjúkratryggingarnar eru gerðar að sjálfstæðri einingum þar sem að samið við alla veitendur heilbrigðisþjónustu verð. Það reynt að reikna það út miðað við afköst og þá hafði hliðsjón á því til dæmis hvað gerist í öðrum löndum eða þar sem best gert, hvað eðlilegt verð fyrir ákveðna þjónustu og þannig hafa menn náð skilvirkari þjónustu. Reynsla annarra hefur kannski ekki verið svo að menn hafi sparað peninga í þeim skilningi að sjúkratryggingakerfið hafi orðið ódýrara en menn hafi fengið miklu meira út úr því, þannig að menn hafi fengið betri þjónustu og það náttúrulega það sem að var stefnt. En sömuleiðis að þá verður að fara með þessu eins og þú nefnir, góðar mælingar og það er kannski verið skortur á því á Íslandi að bæði hafa mælingar varðandi afköst og sömuleiðis gæði. Var það ekki reynsla ykkar þegar voru að fara í þetta að þar væri pottur brotinn og þyrfti að vinna betur í? Jó, það alveg rétt að vísu. Landspítalinn hefur unnið að þessu í allmörg ár og þar góður grunnur sem við hugðumst byggja á og menn voru byrjaðir á þessu líka á Akureyri en aðrir aðilar voru ekki komnir af stað og þetta var nú það sem við ætluðum að hrynda af stokkunum. Það sem að var nú hins vegar til þess að hægja mjög á þessu og seinna stoppa var fyrsta lagi það að það varð hrun akkurat nánast sömu dagana og við vorum að byrja stofnunina eða hún var að koma á fót og sjúkratryggingar byrjuðu 1. október 2008 og 6 dögum síðar þá breyttist mikið margt í íslensku samfélagi en það sem gerði síðan eftir það var það að heilbrigðisráðherrar sem hafa verið 3 eftir þetta, það er að segja það var skipt heilbrigðisráðherra í ársbyrjun 2009 og svo aftur í árslok 2009 og svo aftur árið 2010. Þeir hafa kannski ekki haft sama skilninga út á hvað þetta gengur eins og menn höfðu þegar að þessu eða þegar þetta var undirbúið. Men ekki líka, en það var samt sem að þrátt fyrir að þetta var komið skammt á stað þegar að aðstæður breyttust nú nokkuð að þá var semst farið að vinna eftir þessari hugmyndafræði og í það minnsta þá sjáum við það í samningu sem til dæmis gerði varðandi Uggsteina. Segðu okkur aðeins frá því. Þetta var gert sko, það eru nokkrar aðgerðir sem í sjálfu sér tiltölulega einfalt að vinna og okkar fyrsta prójekt af því að það svona eiginlega lág á borðinu eru aðgerðir, augnaðgerðir sem þúsundir Íslendinga hafa farið í og þegar við vorum að byrja þá voru langir biðlistar eftir því að komast í augnsteinaaðgerð og þetta var nánast eingöngu gert á Landspítalanum. Það voru vísu einkaaðilar sem gátu gert þetta en þar þurftu menn að fara í þessu aðgerðir með ærnum tilkostnaði.
við sömdum við augnlækna að einkaaðila að gera þetta, jafnframt því sem þetta var gert á Landspítalanum. Þetta var til þess að verðið sem við þurftum að borga á Landspítalanum lækkaði. Það var til þess að aðgerðum fjölgaði, biðlistarnir hurfu og menn fengu bara mjög fína þjónustu fyrir minni pening heldur en áður. Það sem hins vegar hefur gerst núna það að menn hafa horfið frá því að gera þetta með jafn effektífum hætti, menn hafa svona sett þetta í bið. Það ekki lengur þessi hugsanáttu sýnist mér hjá ríkinu að fólk eigi rétt á þessu heldur, fólk á eiginlega bara rétt á því að fá sæti í röðinni. Já, enda hafa biðlistar lengst mjög hvað þetta varðar, en svo við tökum þetta aðeins saman að þá hugmyndafræðin við sjúkratryggingar að þetta snýst það að menn ekki að breyta því að allir eigi að hafa aðgengi af heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. Þetta snýst það að fyrst og fremst að ná eins mikilli þjónustu fyrir það fjármagn sem til og menn nota þá ákveðin tæki sem eru viðurkennd og eru praktíseruð bæði í nágrannalöndunum og þeim löndum sem við berum okkur saman við. Já, það sem kom mér kannski mest á óvart þegar við vorum að undirbúa þetta var það við sóttum nú fyrst og fremst fyrirmyndir annars vegar til Bretlands þar sem verkamannaflokkurinn hafði nú verið við völd þá í rúman áratug og hvað þeir höfðu hrifist af þessari tegund af kerfi og síðan í Svíþjóð sem ekki hefur nú verið beinlínis vaka kapitalismans á Norðurlöndum en þar eru menn búin að vera með þetta kerfi í 20 ár og reyndar verið skipt nokkrum sinnum ríkisstjórnir en það var alltaf endað þannig að menn hafa sagt að það betra að hafa kerfi af þessu tagi og ég alveg viss það að ef að menn hafa þor og dug í það að taka næsta skref í þessu, það að segja klára þessa kostnaðargreiningu og fara síðan í þessa samninga milli sjúkratrygginga og þessar stóru eininga Landspítalans og annarra stóra sjúkrahúsa hér á landi að þá mun þetta skila mun meiri skilvirkni í heilbrigðiskerfinu og ekki vanþörf á. Nei, og ég held að við sem eina land í heiminum þar sem að spítalar hafa byrjað að fara að kostnaðargreina því alla jafnar þeir sem að greiða fyrir þjónustuna hið opinbera sem að hafa byrjað á því. En með við það eins og þetta lítur út núna þá það í besta falli miklum hægagangi þessi þróun og við skulum nú, en þetta fyrst og fremst eins og þú nefnir, þetta gert fyrir sjúklingana og til dæmis að þegar ekki unnið skipulega að málum að þá kemur það niður á sjúklingum með löngum biðlistum eins og sýnir sig í Uxtin aðgerðunum núna. Ég held að það sem að ég óttast það ekki til dæmis í ráðuneytinu núna afar mikil þekking á þessu. Ráðuneytisstjórinn sjálfur var einn af frumkvöðlunum í því að safna þessum upplýsingum og einn mesti sérfræðingur á landinu í greiningu á heilbrigðisupplýsingum. Þannig að þegar að kemur ráðherra í ráðuneyti sem hefur skilning á þessum málum að þá að þetta geta gengið mjög hratt. Góð lokaorð. Kærar þakkir Benedikt.